Komiði sæl og verið velkomin í atvinnupúlsinn sem þáttur atvinnulífið á Eyjafjarðarsvæðinu með sérstakri áherslu á iðnaðinn. Að þessu sinni ætlum við að huga að málmiðnaði sem rótgróin atvinnugrein á Eyjafjarðarsvæðinu. Við heimsækjum öflug málmiðnaðar fyrirtæki og komumst meðal annars að því að Eyjafjarðarsvæðið þekkt víða heim sem þekkingarsvæði á sviði málmiðnaðar þegar að sjávarútvegur annars vegar. Formaður félags málmiðnamanna Akureyri fyrsti gesturinn, Jóhann Sigurðsson. Hversu margir málmiðnamenn eru á svæðinu? Já, við förum bara í gegnum stéttarfélögin sem að starfa hér á svæðinu í málmiðnaðargreinunum, þá þetta hátt í 1000 manns. Þannig að það býsna mikill fjöldi, sko. En hvers vegna málmiðnaður svona rótgróin atvinnugrein á Eyjafjarðarsvæðinu? Ég hef nátt sagt að þetta sé nú vaggamál minnaðarins á margan hátt, sko. Ég velti þessu sjálfur fyrir mér en þetta á nú sér þær skýringar náttúrulega hér hefur verið mikil útgerð og þetta tengist náttúrulega útgerðarfyrirtækjum mikil málmsmíðin og svo framvegis en ég held að þetta eigi sér svolítið eldri sögu. Það að hér voru verslunarstaðir eins og Gáseyri og síðan aftur í innbænum og þar komu danskir kaupmenn og það þurfti alltaf eldsmið í kringum slík störf og það sem að verslunarkjarnar voru og fyrst voru þetta einyrkjar og svo urðu þetta í kringum útgerðina þegar skipin taka velbúnaðinn inn og síðan breytastu úr trébátum yfir í málmskip og þar með þróast þetta í stærri vélsmiður og svo framvegis, þannig að það löng og rótgróin hefð hérna. Og málmiðnaður hann tengist að stórum hluta sjávarútvegi. Algjörlega, þetta þjónustugrein og framleiðslugrein en þjónustugrein sérstaklega við útgerðirnar, alveg klárlega og hefur þróast mjög sterkt í takt við þá grein, sko. Iðnnám hefur átt undir högg að sækja á undanförnum áratugum. Hvað með nýliðun? Hvernig gengur hún? Nýliðun hefur ekki fylgt í rauninni þörf atvinnulífsins í þessum greinum okkar og þarna þurfum við að fara svolítið í átak saman atvinnurekendurnir í þessum greinum ásamt verkmenntaskólanum okkar og stéttarfélaginu. En stéttarfélagið og þá fyrirtækin hafa staðið þétt á bak við verkmenntaskólan? Já, mjög svo. Árið 2012 þegar ég kem til starfa þá höldum við hérna málþing hvernig atvinnulífi getur orðið betra fyrir skólan í þessum greinum og hvernig skólinn getur orðið betri fyrir atvinnulífið. Og köllum þá endurmenntunarfyrirtækin líka til með okkur á þessum iðuna sem endurmenntunarfyrirtæki iðnaðarmanna ásamt því á Símey og þarna varð úr mjög gott samstarf þar sem að í rauninni kallaði eftir því og stuðningi við verkmenntaskólan því að verkmenntaskólinn hefur ekki fengið nægilegan stuðning frá stjórnvöldum og atvinnu bregst mjög vel við þörfinni með því að endurnýja meðal annars tæki og stéttarfélagi okkar hefur frá upphafi stutt verulega vel við verknámsskólana. En ríkisstofnunin eða ríkisstjórnin þarf að huga miklu frekar að því að styðja við bakið á verknámsskólunum og menntastóðunum okkar í samfélaginu. Þetta grunnstóðunar okkar í samfélaginu. Þarna mikil þörf á að gera átak en eins og ég segi á þér að með því að halda þetta málþing þá voru stofnað fagráð hérna upp í skólanum og við höfum endurnýjað mikið tæki sem að rauninni ætti að vera á vettvangi ríkisstjórnarinnar að gera og ég vil hvetja þá til þess að hugleiða þetta því að þetta eru grunnstöðunar okkar. Karlar í miklu meiri hluta í málmiðnaðinn. Konur í félagi málmiðnamanna Akureyri eru tæplega 10 talsins í dag. Þessu vill félagi breyta meðal annars með því að taka upp samstarf við Jafnréttisstofu verkefni þar sem konur eru hvattar til að fara í iðnnám. En næst skulum við heimsækja stærsta málmiðnarfyrirtæki Akureyrar, Slippinn. Slippurinn leiðandi fyrirtæki á sínu sviði hér á landi. Starfsmenn 160 og við heimsækjum líka DNG sem framleiðir sjálfvirkar færavindur en DNG í eigu Slippsins.
Frá því slippurinn var endurreistur eftir gjaldþrot slippstöðvarinnar árið 2005 hefur starfsmönnum fjölgað mikið. Þeir eru nú 160 eins og fyrr segir en voru 40 árið 2005. Veltan á síðasta ári var 2,8 milljarðar króna og jókst milljarð frá árinu áður. Starfsfólki hér margt búið að vinna lengi hérna, miklu fagmenn og þekkingi sem býr í fólkinu, hún viðhelst í fyrirtækinu. Þannig að stuttumáli, þetta sérstæða fyrirtækisins. Veltan vegna erlendra verkefna á bilinu 20–30%. Hlutfallið hefur á stundum farið upp í 40–50 af 100. Á Akureyri eru nokkur fyrirtæki sem sérhæfa sig í þjónustu við sjávarútveginn og saman mynda þessi fyrirtæki nokkurs konar þekkingargarð. Þetta skiptir gríðarlegu máli fyrir okkur, þessi slippin og önnur fyrirtæki, meðan það að vera með öflugt fyrirtæki í rafmagni, Bend og Raf eru hér rétt við hliðina á mér, og Raftákn og fleiri önnur fyrirtæki, við erum þetta með Frost hérna á svæðinu og önnur. Þetta skiptir alla gríðarlega máli vegna þess að kúnnarnir sem koma hingað, þeir eru að fá svo mikið á sama stað. Og svo náttúrulega skiptir gríðarlega máli að vera með kúnna, stóra kúnna á svæðinu, til dæmis Samherja, og það smitast þekkingin á milli og þekkingin eins og segir, hún að smitast á milli fyrirtækjana. Þannig að svona saman, þó við séum kannski ekkert að markaðssetja okkur sem saman, að þá hjálpumst við með því að draga verkefni til svæðisins. Ég geri ráð fyrir því að þegar þið eru að bjóða í til dæmis erlendu verk að þá kannski ekki alltaf þau tilboð sem tekin, það kannski ekki endilega lægsta tilboðið, heldur það í raun og veru útfærslan sem að boðin eða hvað? Það alveg rétt, útfærslan skiptir rauninni öllu máli og við erum klárlega með dæmi það að góð útfærsla, það er virði í henni. En það er náttúrulega alltaf þannig þegar kannski kreppir að eins og kannski núna. Þegar gengi krónunnar fara okkur í óhag, að þá það bara þannig að viðskiptavinurinn hann hugsar alltaf meira og meira um verðið. En það þá kannski okkar í þessu fyrirtæki og öðrum þá að reyna að draga fram gæðin og hugvitið, draga það upp úr verðinu. Og þá skiptir máli að hér sé þekking til staðar? Þekking upp á endir öllu hérna. Þó að við séum ágætlega stödd hérna, bæði þessu fyrirtæki og svæðinu, þá segi ég samt sem að okkur vantar enn meiri þekkingu inn á svæðið í greinina og í svipaða greinar hér. Eiríkur segir ekki ólíklegt að hluti starfseminnar flytjist á Disnes við utanverðan Eyjafjörð þegar og ef svæðið þar verður byggt upp fyrir hafnsagna starfsemi. Slippstöðin starfar eftir vottuðu gæðakerfi. Með vottuðu gæðakerfi hlýtur fyrirtækið alþjóðlega viðurkenningu á stjórnkerfi sínu. Vottunin tekur til allra þjónustu og framleiðslu þáttar í starfsemi fyrirtækisins. En verða skip smíðuð í slippstöðinni í náinni framtíð? Við erum bara ekki samkeppnishæfu verði og svo vantar okkur líka mannskap til að klára svona stór verkefni. En skemmtilegt að spyrja með þessu núna vegna þess að fyrir 2 dögum síðan vorum við með pólska skipasmíðastöð í heimsókn þarna. Það í auknu mæli hérna í kringum okkur. Í Noregi, þar eru Norðmenn að byggja skip og gera það sjálfsög frá grunni, en þeir eru líka að gera það þannig að skrokkarnir eru smíðaðir til dæmis í Pólandi og nærri því kláraði þar, dregnir til Noregs, kláraðist tæknivinnan öll unnin þar og skipið svo aðferð sem norsk skip. Í rauninni ekki fyrirstuð að við myndum fara í þetta prógram líka. Við getum alveg við erum með kúnnana hjá okkur, við getum unnið með kúnnana og útfærslu á skipunum, látirunni smíða það erlendis, en við svo klárum skipin hér og að því að okkar styrkur hér í slipptum við það að við erum að smíða vinnslubúnaðinn borð, við erum að fá skipinga til landsins sem eru tilbúin fyrir utan framleiðslu dekkið. Við framleiðum það, komum því fyrir og skipið fyrir í drift. Það væri þetta að segja svo að skipið kæmi hingað tilbúið að öllu öðru leyti heldur þetta. Við myndum afhenda búnaðinn borð. Það kuldalegt að segja svo að það missir skipið úr íslenskt, en þetta það sem ég sé fyrir við gætum hugsanlega gert.
Næst skulum við kynna okkur DNG, sjálfvirku þæravinduna sem framleidd af slitnum. DNG-vindurna þekkja líklega flestir landsmenn. Þessi heimamarkaður okkar býsna sterkur, allir við ekki með hugsanlega einhver 90% á honum eða svo. En síðan erum við náttúrulega að selja erlendis töluvert mikið. Það kannski okkar helsti vöxtur núna. Og það fer víða. Þessi nærmarkaðir hérna, Noregur, Skotland, Írland og svo fyrir vestan okkur. Nú erum við að veiða þorsk aftur í Nýfundalandi og þar töluverður áhugi. En síðan alltaf eitthvað þess að fara miklu lengra í burtu og í rauninni út allan heim, svona einhver stykki. Hvað það sem að þið gerir DNG-vindurna svona sérstaklega? Þetta orðið býsna gamalt vörumerki og býsna þekkt svona í gegnum tíðina, í gegnum þá sýningar og kynningar. En vindan náttúrulega þekkt fyrir það að vera sparsum á straum og gangviss og hafa skemmtilegt viðmót. Þannig að ég held að það sé nú svona það sem að mönnum líst vel á í þessu. Núna verið að framleiða jafnvel 3. eða 4. kynslóðina sem að hönnuð hefur verið? Já, þetta sé ekki svona 4. commercial kynslóðin sem í sölu akkurat núna og það í grunninn vindar sem kom fram fyrir hartnær 20 árum. En það auðvitað þróunarstarf í gangi og svona verið að vinna í ýmsum nýjungum, getur maður sagt. Þannig að því þróunarvinna, hún töluverð alltaf? Já, hún hefur verið það núna í seinni tíð nokkur. En svo sem ekki allt komið fram á markaðinn í þeim efnum með þá. En við það að framleiða slíkar vindur, ekki hægt að segja að hérna ég mætist minnst að kosti 2 iðngreinar, sem sagt rafmagnið og málmurinn? Jó, hygglust, sko. Það töluvert mikið af málmílutum sem að fylgja þessu og við meiri einhver litla málmsteypu hérna. Við steypum álhúsin hérna innan fyrirtækisins. En svo ryðfríir stálhlutir í þessu töluvert líka en það mikill svona rafeindabúnaður og hér starfa þó nokkrir rafeindavirkjar við þá framleiðslu, þannig að jú, þessar greinar mætast vissulega hérna. Næst skulum við heimsækja verkmenntaskólann á Akureyri og ræða við nemendur í málm- og véltækni. Menn drekka til að gleyma, menn að þreifa og menn að lifa sér, menn vilja á mig neyða, menn drekka til að gleyma. Ég hef aldrei þetta fag bara því það gefur svo marga möguleika. Maður getur unnið á svo mörgum stöðum og það rosalega lítið að bæta við þig ef þú vilt verða eitthvað annað. Ef þú vilt vera bifvélavirki þá það 2 rannir í viðbót og svo framvegis rafvirki. Hvaða réttindi kemur til með að fá þegar að náminu lokið? Þá ég komið með D-réttindi í vélstjórn og það gefur mér réttindi til þess að vinna við hvaða skipsvél sem Það bara ótakmarkaður réttindi. Hvaða möguleika gefur þetta nám til atvinnu heldur? Vélstjórar geta unnið við rosalega margt. Við getum farið í virkjanir, við getum unnið bara þess vegna upp í mjólkursamsölunni, á sjó, við getum verið bara hvar sem Hvað með sumarið, ertu búin að fá vinnu í sumar? Já, ég mun vera að vinna í Blönduvirkjun og Laxárvirkjun fyrir Landsvirkjun í sumar. En sjórinn, heillar hann? Já, mér langar nú að prófa minnst kannski. Ráðleggurðu stelpum að fara í þetta nám? Endilega. Þetta það ekkert hérna sem mismunar, sko. Þú ert alveg jafn hæg fyrir þetta ef þú ert kallaða kona, sko. Ressa 240 kíló, maki slaka á miklu meira tempo, ekki vera fyrir til fallið domínó, litlu herbyggi. Tryggnulega, þú ert að útskrifa sem stálsmiður núna í vor, hvers vegna ákvaðstu að fara í þetta nám? Ég byrjaði bara grundin málminnar og síðan bara small þetta, þegar maður byrjaði að sjóða og vinna með málminn og
bara mjög gaman. Þannig að áhugin hefur bara aukist á með hverju árinu? Já, ég vil segja það. Er mikið verklegt nám í þessu? Já, það er þokkalega mikið verklegt nám. Þetta er alveg fyrir einingar og tíma sem það er að sjóða og vinna með málvinna. Hvers vegna valdirðu þetta nám? Bara áhuga sviðið held ég. Bara byrjaði strax eftir grunnskóla og hefur bara alltaf haft áhuga á eins og suðu og smíði í stálinu. Þú sérð ekkert eftir því að hafa valið þetta nám? Nei, ekki neitt. En hvað með sveinsprófið, er það þá klárt hjá þér? Já, við höfum eftir að taka samning og einhverja vinnu svona fram að sveinsprófið fyrst. En það kemur örugglega á endanum. Maggi slaka á miklu meira tempo. Ekki vera fyrir því fallið domínó. Í litlu herbyggi. Stefán, hvers vegna var stálsmíðin fyrir valinu hjá þér? Bara áhuga á því. Skemmtilegt og áhugin hann bara hefur aukist með hverju árinu þetta? Já, það hefur gert það. Hvað átt þú mikið eftir í þínu námi? Einn vetur, svona bóklegu námi. Verklega aðstæðan hérna í hvernig er hún? Hún er bara mjög góð og svona. Starfsfólk Vinnumálastofnunar gjörþekkir atvinnulífið. Soffía Gísladóttir hjá Vinnumálastofnun á Norðurlandi eystra. Þegar þú horfir á málmiðnaðinn á Eyjafjarðarsvæðinu, hversu mikilvægur er hann fyrir atvinnulífið í heild sinni? Hann er mjög mikilvægur ef við horfum bara á Akureyri og Eyjafjarðarsvæði og ekki síður ef við horfum aðeins út fyrir, bara hérna allt í kringum okkur. Siglufjörður vestur fyrir okkur og austur fyrir okkur, Húsavík, og svo virkjanirnar hérna allt í kring, þannig að þetta er gríðarlega stór og sterk atvinnugrein og því fjölbreyttara atvinnulíf hér á svæðinu því betra. Það hafa jafnvel myndast svona þekkingarklasar í þessari iðngrein. Takið eftir því? Já, við tökum eftir því og ég held að öll svona klasamyndun sé mjög heilbrigð og af hennu góða. Við kallum þetta að vera sem sagt í samkeppni í samvinnu og það er mjög gott því að auðvitað eru þessi fyrirtæki hvert sig að gera sitt besta á sínu sviði, eru sterkari í samvinni en eru einhvað síður í samkeppni á sama tíma sem er mjög hollt. Það eru mörg fyrirtæki sem eru auk þess líka í útflutningi. Jú. Og við erum með gríðarlega stóra markaði hérna allt í kringum okkur, Evrópa og Amerika. Og þó við að væri leita, málmiðnaðurinn er svo stór, við sjáum það bara á bæði fólki sem er að koma til landsins með þessa starfsreynslu, hvað það dettur strax inn í störf. Við sjáum náttúrulega Íslendinga fara erlendis í þessi störf líka, þannig að þetta er svona, það er miklu minni, landamæri á milli svona starfsgreinar heldur en kannski annara svona sérhæfðra, þar að segja háskólamenntaðra faggreina. En til þess að halda stöðunni, hvað þarf þá að gera? Eins og er í dag, já, við þurfum alltaf að passa okkur að vera í jafnvægi á markaði og við þurfum að passa okkur að vera í heilbrigðri samkeppni. Nú, við getum kannski ekki ráðið við gengið ef við ætlum að fara þangað, en það að vera alltaf að sérhæfa sig, að vera að endurmennta sig, að mennta nýtt fólk inn í geirann, það er mjög mikilvægt, það má aldrei gleyma því. Hvaða hlutverk spilar verkmenntaskólinn á Akureyri til dæmis? Mjög mikið hlutverk og þetta er mjög mikilvæg menntastofnun sem við höfum hérna og það mætti alveg koma þeim skilaboðum skýrar út í samfélagi til ungra einstaklingar sem er að velja sér atvinnugrein til framtíðar og foreldra, kennara líka, hversu mikilvægt það er að taka iðnaðargrunn því að það eru í rauninni engin takmörk fyrir því hvað hægt er að síðan að byggja ofan á en þú ert nánast alltaf með pottitt starf ef þú hefur iðnmenntun. Þannig að iðnmenntun er vanmetin oft á tíðum? Hún er það því miður. Hér á landi, við sjáum iðnmenntun blómstra í Þýskalandi, Austurríki, Sviss. Þar eru líka ungmenni farin að velja sér mjög snemma leið, annarkvort fara þau inn í iðnmenntun eða bókmenntun. Þau eru mjög ung þegar þau velja, sumir gagnrýna það, en ég tel að það valdi því að iðngreinar haldast alltaf mjög sterkar í þessum löndum til dæmis. Soffía Gísladóttir hjá Vinnumálastofnun á Norðurlandi eystra, þakka þér fyrir komuna í Atvinnupúlsinn. Takk fyrir mig. Næstu skulum við heimsækja kælismiðjuna Frost á Akureyri sem er leiðandi fyrirtæki hér á landi í þjónustu og uppsetningu kælibúnaðar ýmiss konar.
Kringum helmingur veltunnar vegna erlendra verkefna. Frost hefur hannað, sett upp og þjónustar kæli- og frystikerfi fyrir flestar stærri fiskvinnslur landsins, frystigeymslur, ísverksmiðjur, rækjuverksmiðjur, kjöt- og mjólkurvinnslur, svo og fyrir fjölda fiskiskipa, bæði frystitogara og uppsjávarskip. Starfsmenn 50, starfsstöðvar á Akureyri og í Garðabæ. Sjávarútvegur okkar langmikilvægasta viðskiptavinur. Það svona undanfarin ár hefur milli 80–90% af okkar veltu verið tengdu sjávarútvegi, annarkvort landvinnslu eða skipum. Og það þá bæði erlendis og hérlendis? Já, það bæði erlendis og hérlendis og það á jafnt við landvinnslur og skip. Það mikil framþróun í kælibúnaði alls konar og meðhöndlun afla. Já, það náttúrulega bara aukin áhersla á vinnslu afla til manneldis hefur kallað á nýja tækni í bæði borð í skipunum og í landi og kælingin svona lykilþáttur í að varðveita ferskleika hráefnisins frá því að fiskurinn kemur borð og þangað til hann tilbúinn á disk neytandans. Gunnar segir að sjávarútvegurinn sé öflugur bakkjarl og leggi verulega fjármuni í þróun á vinnsluaðferðum. Já, ég held að við séum alveg klárlega, ef ekki fremstir þá í fremstu röð. Ég held að það sé ekki nokkur vafa því. Enda finnum við það þegar við erum að selja okkar þekkingu erlendis að það náttúrulega hjálpar bara gríðarlega mikið til að koma úr þessum bakgrunni og hafa tilvísun í íslenska sjávarútveg. Kælismiðjan Frost hefur vaxið talsvert á síðustu árum. Sölustjóri fyrirtækisins ferðast vítt og breitt heiminn í því skyni að afla fyrirtækinu verkefna og þá lykilatriði að vera vel tengdur og þekkja markaðinn. Og það nú bara þannig að erlendu aðilarnir að sækja í okkar hönnun vegna þess að þeir vita hvað Íslendingar framalega í þessum geira í sjávarútveginu og það fylgir stað yfir í okkar grein að við erum svona ef ég á að taka mið af kælifyrirtækjum í Evrópu að þá erum við sannarlega bara mjög framalega þarna og erum að gera oft marga hluti sem aðrir hafa ekki einu sinni prófað sko. Guðmundur segir að Ísland sé margt heppilegu staður fyrir fyrirtæki eins og Frost. Á Eyjafjarðarsvæðinu séu nokkur öflug fyrirtæki sem einbeiti sér að þjónustu við sjávarútvegstengt fyrirtæki. Við höfum unnið svolítið í að kynna Akureyri sem góða þjónustu miðstöð í Norður-Atlantshafinu og okkur hefur svo sem gengið ágætlega á stundum að koma stórum verkefnum hingað heim. Og þetta hluti sem að menn, þú þarf bara alltaf að vera að, þú þarf alltaf að minna á þig, þetta mikil samkeppni. Eyjafjarðarsvæðið jafnvel þekkt erlendis sem staður þar sem að mikil þekking til staðar á þessum sviði? Já, alveg klárlega. Það kemur náttúrulega bæði til að Samherji með sína starfsstöð með sjávarútveginn og þar erum við náttúrulega mikið að þróa okkar búnað og vinnum mikið náttúrulega með sjávarútveginum sem ég hef sagt áður. Þannig að þetta, menn vita alveg hvar þessi staður Ég var nú bara staddur í síðustu viku niður í Kanada, í húsi sem ég hafði nú ekki komið í áður og þar og það sem sagt bolfrystihús og þessir menn þeir höfðu komið nokkur skipti hér til Akureyrar bara til að kynna sér þróun í fiskiðnaðinum hér sko. Þannig að þetta menn vita vel af Akureyri. Við sjáum yfirleitt ekki langt fram í tímann en við erum svona það sem í hendi við erum að ljúka á þessu ári 4 frystitogurum sem eru smíðaðir í Noregi. Það eru svona alveg þokkalega stór verkefni og síðan eru náttúrulega bara þessi verkefni hérna innanlands og við erum að fara að stækka eina uppsjávarverksmiðju í Færeyjum í vor. Akureyri hentugur staður til þess að vera með slíkt fyrirtæki?
það eru í sjálfu sér ekki mörg verkefni hér á Akureyri. Þannig að þetta þýðir það að við þurfum að senda mannskapinn okkar út á suður allt land og erlendis, en það sem að Akureyri hefur upp á að bjóða, við höfum náttúrulega hérna góðan skóla sem er verkmenntaskólinn og við erum náttúrulega að fá okkar starfsmenn úr honum og síðan er náttúrulega tiltölulega öflugt net fyrirtækja sem að tengja sjávarútvegi hér á Akureyri, nefnir bara eins og Rafeyri og Slippinn. Og það skiptir líka verulega miklu máli. Formaður félags málmiðnamanna á Akureyri segir sömuleiðis að Eyjafjarðarsvæðið sé þekkt víða heim sem þekkingarsvæði á sviði málmiðnaðar og hann segir að miklar tækniframfarir blasi við í málmiðnaði. Við erum komnir í næstu iðnbyltingu og erum búin að stíga inn í hana. Þróun á þessu næstu árum verður gríðarleg og við þurfum að fara að undirbúa okkur fyrir hana og við erum ekki byrjað nægjanlega því. Það verður mikil þróun þarna og ég hætti nú sem bifvélavirki 2012 og ég þyrfti mikla endurmenntun til þess að gera við bíl í dag. Ertu bjartsýnn fyrir hönd greinarinnar svona ef þú horfir til nokkurra ára? Já, ég það og ef við fylgjum eftir tekninni og skólinn okkar, grunnstoðin okkar hérna á þessu svæði verður hugsað hana og alla verknámsskólana í landinu. Það þarf að byggja þú upp að halda og hlúa þeim og tækni sem að koma núna framöndan, hún hlýtur að vekja áhuga ungs fólks á greininu okkar og þetta að verða svo miklu skemmtilegra og lausnamiðara fólk sem þarf að vera þarna og miklar breytingar sem eru framöndan líka sem eru spennandi. Og þá atvinnupúlsinn á enda. Í næsta þætti verður sérstaklega hugað að byggingariðnaðinum á Eyjafjarðarsvæðinu sem nokkuð umfangsmikill.